Komdu sæll og blessaður, elsku kæri hrútur. Spilið sem þú færð frá mér í dag úr orku heilunarspilunum mínum 9, það er númer 4. Og númeri 4 fylgir líka þínu merki, því að mánuðurinn sem að þið margir hrútar eða ammali er númer 4. Og líka er trompið í tarotspilunum númer 4. Það er ykkar tromp, keisarinn. Þetta spil, innblástur frá forfeðrunum, getur þýtt að þannig. Hér er verið að benda þér á mikilvægi fjölskyldu tenginga. Það gæti verið að einhverjir ykkar eru að skoða ættina ykkar eða tengingu ykkar við stórfjölskylduna. Sumir hittast á ættamótum, aðrir fara á Íslendingabók eða eru með ættfræðiforrit sem þeir eru að grúska í. Einhverjir ykkar eruð í einhvers konar sjálfsvinnu, þar sem að ættartengingar og uppeldi og annað slíkt kemur við sögu. Þar sem þetta spil er úr heilunarspilum sem að segja okkur hvað er gott að heila akkurat núna eða hvað er komin tími á að heila. Þá þurfum við að skoða það með það í huga. Og þetta er spurningum að þið finnið fyrir sjálfum ykkur, kæru hrútar, sem hluta af heild, en megið ekki gleyma samt ykkar eigin persónulega sjálfi og það að þið eruð einstakir og þið þurfið ekki að vera eins og allir hinir í fjölskyldunni. En vissulega eru tengingar í gegnum blóð, gen og allt það. Annars eru fjölskyldutengingar yfirleitt mjög flóknar og ekki allir fjölskyldumeðlimir þurfa að vera blóðtengdir þó þau teljist til fjölskyldunar. Sumar fjölskyldur geyma erfiðar ættarsögur þar sem ýmislegt hefur gengið á og í flestum fjölskyldum er eitthvað þannig að finna sem betur fer ekki endilega allstaðar. En það er kannski komið tími fyrir ykkur suma hrúta að skoða þá sögu og vita hvort að eitthvað sem gerst hefur í fortíð ykkar sé þess eðlis að þið þurfið að senda kærleika eða jákvæðar hugsanir þangað. Kannski er ennþá eitthvað í gangi í lífi fjölskyldunar í dag sem á upptök sín í fortíðinni. Það er að segja eitthvað sem að svona truflar eða hefur neikvæð áhrif á ykkar daglega líf. Það getur verið saga veikindi eða ofbeldi. Það getur verið saga aðskilnað barns og foreldra eða aðskilnað á milli landa þegar hluti fjölskyldunar hefur tekið sig upp og flutt annað. Það er svona ýmislegt sem kemur til greina. Kæru hrútar, þið
Það besta sem þið geti gert er bara að gera ykkar besta í að styrkja stöðu ykkar í fjölskyldunni, styrkja bönd ykkar við aðra. Ef þið vill koma heilun eða kærleika inn þar sem að hafa verið lítil sem engin tengsl eða stirð samskipti. Það er kannski eitthvað sem að þið þurfi að skoða, sem að þetta spil er að benda ykkur á. Eitt er víst að það verður ekki allt fengið á einu æviskeiði. Fjölskyldusögur eru oft mun flóknari en svo að það sé hægt að leysa úr öllum málum. En fyrst að þið fenguð þetta spil, þá er það vísbending að þið, kæru hrútar sem eru að hlusta, eru einhvers konar partur af ákveðnu heilunarferli innan fjölskyldunar ykkar eða stórfjölskyldunar. En ég læt ykkur að túlka það nánar og skoða nákvæmlega hvað það er. Þetta eru bara skilaboðin til ykkar í dag. Ég óska ykkur allsins besta. Ljós og kærleikur.